Þetta er Guðrún Bergmann hér, mætti enn einu sinni með mjög skemmtilegan og fróðlegan viðtals þátt. Í þetta skipti er það Mínerva Margrét Haraldsdóttir, tónlistarkennari sem er gestur minn. Velkomin Mínerva. Takk fyrir. Þú ert að kenna, ertu að kenna börnum á alls konar hljóðfæri eða ertu að kenna fullorðnum eða hvernig ertu að kenna tónlistina? Ég er svona mest verið að kenna á píanó. Já. Og svo hef ég aðeins tekið byrjendur á gítar og svona líka yngri börn í forskóla í einkatíma í músíkstofu Mínervu. Og svo er ég að kenna hjá tónstofu Valgerðar og það eru nemendur með alls konar áskoranir og sérþarfir. Þegar þú segir áskoranir og sérþarfir, er það þá? Það getur verið einhverfa, þau geta fungerað ágætlega, þú veist, í mörgu, þetta er svona stórt róf. Já. Og svo geta verið líka mjög fatlaðir einstaklingar í hjólastól sem hafa ekki mál og það er bara allur gangur og þá er alltaf svo spennandi að geta sniðið aðferðina og kennsluna að hverjum og einum. Það er allir einstakir. Já, þannig að þú í rauninni þú hjálpar þeim að tjá sig í gegnum tónlistina. Já, einmitt. Það er kannski ekki nefnir sem dæmi einn sem vill bara spila á trommusett og það er mikla útrás í því og elskar að koma, hann vill helst koma á hverju degi. Svo spila ég með honum á píanóið og ég kannski líka með trommu og spila með honum. Þannig að það myndar svona samtal í músíkinni og rosa mikil útrás og gleði sem að hann fær út úr þessu. Hann fær út úr þessu, já. Mér finnst þetta svolítið stórkostlegt vegna þess að ég gerði mér ekki grein fyrir að vera í sérstakur tónlistarskóli fyrir börn sem væru með svona áskoranir eins og þú segir. En það er náttúrulega að tónlistin er svona sér tungumál. Þannig ef að fólk á erfitt með að tjá sig, að þá getur það tjáð sig með tónlistinni. Það er málið. Þetta er alþjóðlegt tungumál og þetta einhvern veginn höfðar til tilfinningana og svo er til dæmis músíkmeðferðin og hún er svo góð til að tengjast inn í tilfinningarnar eins og við notum spuna til dæmis. Já. Þá er það líka útrás yfir það sem orðin ná ekki að segja. Já. Kannski líður bara, þú veist ekki alveg hvernig þú átt að segja það en þú getur spilað. Já. Þannig að þú færð alls konar tónskala. Já, algjörlega. Það er ein yndisleg söngkona sem að hún hefur ekki sjón, en hún hefur rosalega fallega rödd og mjög svona vel gefin og lærir textana og syngur á tónleikum og Dásamlegt. Það er yndislegt. Það er það. Vá, hvað þetta heppin að fá að hjálpa þessum börnum, það er alveg og kenna. En segðu mér, þú ert sem sagt með 2 vinnustaði í raun. Þú ert með tónstofuna sem þú rekur bara heima hjá þér þess að þú tekur börn í einkatíma. Já, músíkstofa Mínervu. Já, og svo ertu með þennan tónskóla Valgerðar. Já, tónstofa Valgerðar. Tónstofa Valgerðar, já. Ég hvenær vaknar áhuginn að tónlist? Hann var bara til staðar þegar ég var lítil. Það var svo mikið sungið á heimilinu og mamma var rosalega efnileg söngkona, spila á gítar og píanó og tróði oft upp svona í gegnum lífið á árshátíðum og svoleiðis. Og amma, hún var líka mjög mikil söngkona og áhuga manneskja með tónlist. Þannig að það var bara sungið og trallað á heimilinu alveg frá því ég man eftir mér, Já, þannig þú ert alin alveg upp í tónlistinni. Algjörlega. Já. Hvað ertu svo gömul þegar þú ferð að læra? Svo fer ég að læra á píanó 10 ára, en ég var búin að komast í píanó hjá móðurbróður mínu. Og það var bara eins og hitta gamlan vin. Ég byrjaði strax að pikka út tónana og pikka út lög og þetta var bara svona, já, það er gaman að hitta þig aftur. Þetta var þessi tilfinning. Já, en dásamlegt. En þú hefur alltaf haft mjög gott tóneyra. Já, bara rosalega mikinn áhuga á tónlist, bæði að hlusta og spila. Já, sem frá, og varð píanóið strax uppáhalds hljóðfæri? Já, það er bara með svo rosalega mikið spektrum af tónum og hægt að spila sterkt og veikt og það er svo mikið hægt að tjá sig á píanóið.
Þannig bæði svona eins og spuni og semja einhver lög, ég gerði mikið af því þegar ég var unglingur. Já. Mikil útrás fyrir alla tilfinningastorminn, sko. Allt sem var að gerast í tilfinningum unglingsárana, Já, það var tilfinningaskriftir, sko. Já, æðislega. Ég á sonarson minn, að hann, sko, þegar hann var 8 ára, þá komst hann í píanó hjá nágranna konu sinni og þá uppgötaðist að hann hafði svona tónlistarhæfileika. Hann bara settist við píanóið og spilaði eftir eyranu og sú kona var píanókennari og hún sagði, hei, hann þarf að læra nóturnar líka. Þannig að hann fór að læra og þau átti ekki píanó, þannig að hann fekk að æfa hjá henni og að læra hjá henni. En hann getur, ég var einu sinni hjá þeim og hann kom heim og hann sagði, ég heyrði lag í útvarpinu að leiðinni, ég þarf að spila það fyrir ykkur og svo bara setti það niður og spilaði það. Þetta bara eins og meðfætt hjá mörgum sem fæðast kannski ekkert inn í tónlistarfjölskyldu en allt í einu bara þetta eins og meðfætt tónlistargáfa. En ég að spá í sko hvort að það sé vegna þess að þegar að mamma skekk með hann, þá spilaði sonur minn alltaf tónlist fyrir barnið. Mjög líklegt. Ég veit kennslu sem fyrir ófrískar konur, þetta Suzuki aðferð að byrja bara snemma. Og þá hún með þær ófrískar og spilar og þær syngja við kúluna og svo heldur þetta áfram eftir að börnin eru fædd. Og ég veit allavega eina sem eins söngkona, mjög bara eins og besta sem við eigum, að hún var í þessu prógrami. Hann byrjaði bara í kúlunni. Já. Hann svo var alltaf að spila fyrir hann þegar hann var að fara að sofa og það var spiluð tónlist og svo var spiluð hvalahljóð og það var eitthvað svona, hann fór alltaf að sofa við tónlist og tónlistin, þú veist, þetta síaðist svona inn, sko. Já, þetta alveg yndislegt þegar foreldrar hafa hugsun á þessu og tónlistin svona skilgreind sem hljóð og rytmi eða hrynjandi sem skipulagt af mönnum. En þetta getur líka verið, eins og segir, fuglasöngurinn í náttúrunni, öldufallið og öll þessi náttúruhljóð. Það bara eins og tónlist líka. Það bara hljóma náttúrunnar. Algjörlega. Það líka svo spennandi. En svo hefur líka verið að nota tónlistin á annan hátt, sko við segjum alltaf að tónlist sé heilandi og það varla til þeir tónleikar sem að maður fer á sem maður kemur ekki brosandi út eftir því að einhvern veginn nærist maður svo af söng og tónlist og svona. En svo hefur við notað tónlistina á aðeins annan hátt, það ekki líka? Jú, meinarðu þá í músíkþerapíinu eða tónheiluninni? Já, það ekki það sem að þú hefur verið að gera á síðari árum? Jú, einmitt. Þá fór ég svona á miðjum aldri og lærði músíkmeðferð í Álaborg í Danmörku. Já. Og þá, sko, svo oft, ég kenni mest á píanó hjá músíkstofu Mínervu. En stundum fæ ég krakka sem að vilja læra píanó en eru líka að kljást við kvíða. Og þá þetta svolítið kombó. Og þá bara, ég eiginlega get aldrei kennt öðruvísi en að vera með terapíu nálgunina. Já. Að efla gleðina, sjálfstraustið og allt þetta sem að krakkarnir vonandi tileinka sér í gegnum að spila og spila tónleikum. Þegar þú segir sko að þú getur aldrei kennt þessu, einhver ofboðslegur mikill munur á þessu? Ég meina tónlist alltaf tónlist. Já, það kannski bara að sumir kennarar ekki meðvitaður þetta og ekki að spá í þetta, en samt þeir að nota tónlist. Krakkarnir fá gleði, útrás og verður kannski flink og koma fram og gera þetta atvinnu. Veist, þetta virkar hvort sem þetta meðvitað eða ómeðvitað. Skiljanlegt, skil. Heyrðu, en segðu mér annað. Þú ferð til Danmerkur, varstu bara 6 mánuði eða varstu... Í 5 ár. Fyrst tók ég BA og svo kláraði ég master. Og 2 ári viðbútt. Þannig þú ert með mastersnám í tónheilun eða Nei, músíkmeðferð. Músíkmeðferð heitir það. Já.
Það alveg aðskilið frá tónheilunum, af því að tónheilunum telst vera alternativ eða það að kalla óhefbundið. Já. En músíkmeðferðin, það búið að gera alveg ótal rannsóknir og bera það saman við til dæmis hóp sem tekur lyf við þunglyndi eða hóp sem fær ekkert, bara svona grunnþarfinnar. Já. Og músíkmeðferðin virðist trompa lyfin algjörlega. Það er náttúrulega engar aukaverkanir á músíkmeðferð. Nei. Og sko lyf geta, þú veist, haft svo miklar aukaverkanir, sérstaklega eins og músíkmeðferð er svo mikið notað fyrir eldra fólk og fólk með heilabilun. Já. Og ef að það er verið að gefa lyf, til dæmis til að róa, ef að fólk er náttúrulega bara í hálfgerðri martröð, man ekki hver þau eru eða hvar þau eru, að þá virka lyfin svo sko illa á heilabilunina. Já. Að þá verða þau bara ennþá meira svona inn í sér. Já. En músíkmeðferðin vekur heilan og það koma allt í einu upp minningar og þau muna allt í einu hver þau eru og þurfa að segja frá ýmsu, ég hef unnið á svona Alzheimer-deild. Það er bara eins og kraftaverk að upplifa þetta. Var það þegar þú varst í náminu erlendis? Já, þegar ég var í Danmörku. Já, ég nefnilega með sér svona myndbönd þar sem að sýna fólk sem að spilu fyrir það tónlist sem að það þekkti eða dansaði eftir eða söng eða var söngvar eitthvað það og þá allt í einu bara vaknar það til lífsins. Já, ég man sérstaklega eftir einum manni sem var alveg kominn inn í sig og bara eins og hann væri bara farin, sko. Það kom barnabarni með headphone, spilaði uppáhalds bluesmúsíkina sem hann hlustaði alltaf á og hann fór bara að dilla sér og vakna bæði líkamlega og heilinn fór að örvast og hann kom bara tilbaka. Dásamlegt. Veistu hvort að svona meðferðir er nokkuð notaðar á stofnunum eða dvalarheimilum fyrir fólk sem er komið með heilabilun? Já, ég veit að það er ein kollega mín, hún var að vinna fyrst á Landakoti og þá að gerði rannsókn og kom rosalega jákvætt út. Já, þá var hann hóp af fólki sko og söng með þeim og spilaði og svona lögin sem þau kunnu. Já. Og svo er núna ráðin í fullt starf hjá Eyr, dvalarheimilinu Eyr. En dásamlegt. Já, þetta er yndislegt. Já, það er frábært. En svona músíkmeðferð, í hverju felst hún? Það fer einhvern veginn alveg eftir því hver er áskorunin, hvað viltu vinna með? Já. Og svona unglingar sem eru kannski að kljást í kvíða, þau vinna í gegnum spuna og svo er helmingurinn af meðferðinni, það er samtalið. Já. Fyrst er það spuninn og bara já, hvernig leiðir þegar þú spilaði svona og hvað var að gerast í huganum þínum og líka þegar við förum í tónlistarslökun að þá leyfi ég þeim ofta að koma tilbaka og teikna og þá kemur svo mikið sem að þau eru að bögglast með og þá geta þau teiknað það og svo tölum við það. Það er til dæmis ein aðferð og svo er til dæmis að ná upp málhæfni hjá fólki sem hefur fengið heilablóðfall. Þá er talstöðin í vinstra og hún hafi blætt inn á, hann hefur missað málið, en tónlistin er í hægra og þá bara syngja þau með texta. Þá allt í einu geta þau sem sagt sungið orðin. Já, til með text, já. Og þannig er þá þetta þjálfað upp sem málstöð. Já, en veistu hvort það sé verið til dæmis að nú mjög margir sem að fá heilablóðfall eru sendir á Grensás í endurhæfingu? Já. Veistu hvort að þessari aðferð sé beitt þar? Því miður, þá hef ég ekkert heyrt neitt um það. Nei. Ég fór inn á Landakot þegar móðursystir mín var fekk heilablóðfall, hún gat bara sagt eitt orð, no, og hún sagði það í ýmsum tóntegundum og með ýmsum blæ og hristi kannski höfuðið eða sagði no og það meinti hún já. Og ég spurði lækninn, má ég koma til hennar? Ég er músíkmeðferðarfræðingur og hún elskar að syngja. Hún sagði, nei, það er orðið of seint. Og ég sé eftir því ævilangt að hafa ekki samt komið með gítar og sungið með. Já, ég skil, já. Bara til að prófa hvort hún bregst við og hvort að þetta örvar talið hjá henni. Bara til að líka, mér finnst þetta allt byggjast á gleði og að líða betur. Að sjálfsögðu. Já, allt sem ég er að gera. Já.
Það bara, þú ert bara gleðisprengja. Ég vona það, allavega finnst mér rosalega gaman í vinnunni. Já, ég trúi því. Það er náttúrulega dáselt þegar þú hefur svona mikinn áhuga. En þannig að bak við þig í hillunni, Já. Svona, er þetta blómavasi eða hvað er þetta? Já, þetta er mjög... Ég hef tekið tíman, sko, það er alveg hljómar í 2 mínútur. Já. Og svo nota ég annan kjöða til að búa til allt öðruvísi hljóð, þá syngur hún. Já. Þetta er kallað chime og ég láta hana hljóma og svona aðeins að vekja hljómin hérna. Og svo á ég sko 4 skálar í viðbót og svo þegar ég er með svona tónheilum fyrir vini, vandamenn hefur verið aðeins á námskeiðum meðal við þér og þá leyfi ég að hljóma saman og syngja saman. Og þetta er bara svona algjörlega róar einhvern veginn hugan. Það var alveg dásamlegt að horfa á þessar 25 konur sem voru á námskeiðinu þarna 8. ágúst þegar þær allar lágu á gólfinu með teppi eða ekki með teppi ofan á sér og þú varst að spila skálarnar í einhverja 20 mínútur. Það var svo mikil slökun og ég horfði á sko sumar sofnuðu en það var að tónarnir virtust svona að taka þær alveg niður í svona djúpa innri tilfinningu sem eitthvað var bara og það var mismunandi eftir því á hvaða skál þú varst að spila. Já, þetta eru karakterar, skálarnar eru svo mismunandi. Já, svo hvað ertu með margar? Ég er með 5 skálar og það eru í 5 tóna skalanum og þá eru engir svona, hvað maður að segja, engir ómstríðir hljómar, það hljómar allt svona saman í harmoníu. Já. Og hérna, ég pantaði sem sagt 4 skála frá Kaliforníu þegar ég féll fyrir þessu bara, ég fann þetta bara á einhverju skrolli hérna á netinu. Á netinu, já. Og bara, vá, hvað er nú þetta? Þetta er bara alveg, og bara beint inn í hjarta. Já. Og þá er ég búin að vera að nota þær og mér finnst það bara gera mér gott að spila bara fyrir mig, mér finnst ég ná bara slökun og svona eins og líkaminn fer svona inn í, ég segja líkaminn hann heilar sig svo oft sjálfur en við verðum að ná ró til þess að það geti orðið. Það er svo sannarlega rétt, við verðum að ná ró og við verðum held ég líka að komast í svona ástand að vilja taka á móti. Já, það er nefnilega málið sko, það er til placebo og það þýðir eiginlega bara að þú trúir á þú læknist og þá læknastu. Það er bara eitthvað sem að vísindin get ekki skilgreint. Það er bara hugurinn sem að ákveður að þú ætlir að læknast og svo ertu kannski að fá sýkupillu en þú læknast. En það er líka til nocebo og það þýðir að þú trúir alls ekkert á þetta. Og þá náttúrulega virkar það ekki að því þú ert búin að segja líkamannum og huganum að þetta virki ekki. Það er náttúrulega mikilvægt að gera sig grein fyrir því að það er þessi 2 atriði vegna þess að þess að segja, maður þarf að vera tilbúin að taka á móti. Einmitt, fara svona inn í bara hlutleysi og svona surrender bara og fylgjast bara með hvað er að gerast í mér þegar þessi hljómar koma og hvernig líður. Að vera bara hlutlaus, allavega til að byrja með, þegar þú prófar það. Já, ég held að þetta sé svona, þú veist eins og þegar maður leggst á nuddbekk, maður ætlar að taka á móti nuddinu. Einmitt. Ef þú ert öll stíf á móti, þá virkar það ekkert og ef þú trúir ekki á það, þá segir þú bara líkamannum að þetta virki ekki og líkaminn hlýðir okkur bara. Já, hann gerir það ansi vel nefnilega, ég oft í öfuga átt, sko. Einmitt, þegar við erum að tala svona neikvægt við okkur. Og það er bara svolítið sem að því ég líka eignast gong, að svona, hann datt bara upp í fangið á mér eiginlega. Já, ok, það er nú svolítið stórt að detta. Já, ég var undir gong. Já, þeir eru frekar stórir, sko. En hérna, er einhver tækni við að spila á gong?
Já, það er rosalega mikil og mismunandi tækni en samt sko að því ég var á námskeiði þar síðustu helgi í jógasetrinu að þá vildi sá kennari, hann heitir Martin Blese, hann frá Þýskalandi, hann vildi meina það að þú veist, andlega tengingin væri svo mikilvæg. Andlega tenging þín við gangið? Já, bæði spilarans og þess sem tekur við. Já, ég skil. Hver ásetningurinn? Viltu fara í slökkun? Og þetta svolítið eins og hugrænt sturtubað, veist, að það bara koma þessi hljómar og það hristir alveg upp í öllu kerfinu. Já. Og það svo oft sem við erum að ofhugsa og það eins og þessi monkey mind sem að fólk að tala þessi hugur sem við erum oft að stjórna. Eða maður að reyna að fara í hugleiðslu að ganginn hann hreinsar einhvern veginn burt með þetta svona hugsunardrasl sem að flýgur eins og ég hringi ekki í hausnum á okkur. Já. Og svo talaði hann eitt sem að ég vissi ekki. Að hann segir sem sagt, ég vissi að þetta örvar alfabylgjur heila sem bara svona slökun. Já. En það sem við erum með í kringum okkur, það brýtur alveg upp alfabylgjurnar. Það eru örbylgjurnar frá allum snjalltækjum. Þess vegna bannar hann öll snjalltæki inn í rýmið sem vorum í. Af því að þá eru það að vinna gegn góðri virkun frá ganginum. Þannig þegar fólk mætir í svona tíma og með síman í vasanum eða veskinu við hliðina á sig, þá það í rauninni að slökkva á virkninni sem að svona Þá það bara jafnar það út að það einhvern veginn, það slekkur bara á að þá fá þau ekki þessar alfabylgjur og slökun. En ég myndi biðja fólk ef ég væri að fá svona hóp að setja síman á fly mode eða slökkva á hann. Já. Nú ertu að fá svona hóp á næstunni, það ekki? Ég meina þú férst hóp hjá mér þannig 8. ágúst og nú ertu annan hóp á næstunni eða allavega þú ert að bjóða upp á Tónheimur. Einmitt, hún Vigdís sem hefur séð heimsljós heilsumessuna í mörg ár í Lágafellsskóla, hún bað að koma og þetta laugardaginn 16. og sunnudaginn þetta laugardaginn 14. og sunnudaginn 15. Já, september. Já, alveg miðjan mánuði. Ég verði á laugardaginn klukkan 16. Þannig finnst þú gott að hafa svona gong og skálar bara til að slaka fólki niður svo að færi bara, þú veist. Já, því þetta verður síðast því það lokar messan klukkan 5, það ekki? Já, en það fyrst að enda á þessu. Það er búið að vera að skoða allt mögulegt þarna í húsinu. Enda á svona hljóðheilunar hugleiðslu. Frábært. Og verður þá að spila á skálarnar eða gongið eða bæði? Ég blanda því saman þannig ég byrja á gonginum til að hreinsa og ná svona jarðtengingu. Hann virkar þannig á mig. Mér finnst ég alveg jarðtengjast þegar ég spila á gonginu. Já. Síðan fer ég í skálarnar og mér finnst gongin vera svolítið yang orka. Já. Og skálarnar meira svona mýkri yin orka í þeim. Já. Og þá spila ég á skálarnar og þetta allt spuni og síðan, ég veit ekki hvað ég hef svona korter og síðan enda ég á gonginum líka svona aðeins til að jarðtengja aftur og Já, þannig þú hefur svona gong, skálar, gong. Já, ég ætla allavega að skipuleggja það þannig. Já, frábært. Það virkar mjög vel á mig. Það virkar mjög vel á mig. En svo bara fólk, hvaða ásetning viltu hafa með þér inn í þetta, því þetta náttúrulega alltaf hugleiðsla. Já. Og tónarnir, þeir magna svo upp orkuna. Og við hugsum líf okkar, við sköpum líf okkar með hugsun. Já. Við sjáum bara fyrir okkur og eftir því sem við erum jákvæðari því jákvæðari vörpum því inn í framtíðina. Já. Það allavega mín skoðun. Já, þú meinar að þú biður fólk að vera með ásetning áður það fer í heilunina. Já, ásetningurinn getur bara verið mig langar að slaka á. Já. Svo getur verið líka ég vil ná betra sambandi við þennan eða ná sambandi við sjálfa mig eða fyrirgefa. Það getur verið svo margt sem fólk að bögglast með, sem getur tekið með. Hvort það getur verið margt, það ekki spurning, En
En þessi messa hún í Lágafellsskóla og þannig að fólk getur fengið svona sýnishorn af því sem þú ert að gera þar. Já, einmitt. En svo býður upp á þetta líka í einkatímum hjá þér. Já, ég get boðið upp á einkatíma hérna í músíkstofunni, en ef að það verður sem sagt mikil svona eftirspurn eftir svona hóptíma, þá þarf ég að finna mér húsnæði þar sem ég get leigt. Já, stærra húsnæði. Já, stærra húsnæði. Já. Til dæmis bara það sem kennt jóga og myndi geta leigt bara, þú veist, 2 tíma eða eitthvað þannig til að samnýta húsnæðið, af því það stærsti kostnaðurinn við allt svona, sko. Það er náttúrulega alltaf þess að sko, það er alveg dásalegt. Hvað þú hefur líka verið að stúdera svolítið Hörtsin sem að tónlistin á. Já, ég hef alveg sérstakar skoðun á því að ég hef bara pröfað það á sjálfri mér. Að sko 440 Hertz miðast við sérstakt í tónlistinni sem kalla konserta. Ef þú tónleika þá heyrur þetta spilað af konsertmeistaranum. Og allir tónar eru stilltir út frá því. Og það sem ég hef svona kynnt mér, þá var þessu breytt 1939. Ég veit ekki hvers vegna. En það oft kallað samsæriskenningar, en það vitum við. En 432 gamla stillingin, 432 Hertz og þetta hefur verið rannsakað á þann hátt að fólk væri að hlusta á sömu tónlistina í mismunandi stillingum og það yfirgnæfandi meiri hluti velur 432 Hertz. Og þú farið inn á hvaða tónlistaveitur sem og sett inn í leitarstrengin 432 Hertz og þá farið bara Sinfoníu Beethovens eða rock og roll, hvað sem búið að breyta í gömlu stillinguna. Já. Þannig það eru margir sem eru orðnir meðvitaðir þetta. Já, það virkar einhvern veginn betur á okkur. Þetta virðist vera einhver svona náttúrulegri stilling sem virka betur við tíðni jarðarinnar og tíðni okkar. Já. Þetta svo mikil stúdía sem að koma upp núna í sambandi við tíðni. Að allt hefur tíðni, hugsanir okkar og bara líkaminn og heldur betur tónlistin. Og tónlistin, sko, algjörlega. Já. Ég meina, sko, gítarinn, það hægt að stilla gítarinn í þessari stillingu. Það ekki hægt að stilla rafmagnspíanó. Það kannski hægt að breyta stillingunni á þessu venjulegu gömlu píanóum. Já, þú meinar að píanó, svona rafmagnspíanó í dag eru fyrirfram stillt á 440. Já, það málið. Það bara, þetta var ákveðið bara yfir heiminn og það var forvitnilegt að fá svona sönnun fyrir því og útskýringu á því hvers vegna þetta var ákveðið. Af hverju það var gert, já. Já, mér finnst það mjög svona áhugavert. Ég skal trúa því, mér finnst það líka, það fyrst að það breyti, sko, en svo hefur maður verið að sjá núna að það verið að spila tónlist á 888 Hertz og 999 Hertz og 777 Hertz. Já, einmitt. Það að breytast svolítið hvernig tónlistin framreitt, ef hægt að segja sem svo, það allt svona bara, það ekki endilega sungið. Nei, einmitt. Það búin til svona eins og slökunartónlist með ákveðnum tíðni sem passar á fyrir ákveðið þar sem að þú vilt róa þig niður eða líða betur á einhvern hátt. En sem sagt, fólk getur komið og fengið pröfu með því að mæta Hemsljós til Já, einmitt, það getur prófað. Ég hef verið svo heppin að heyra að þig setjast niður við píanóið og spila bara það sem að það líka þinn á þér stundum. Það alveg dásalegt og fallegt, en skálarnar eru yndislega líka og ég mæli eindregið með að fólk kíkja á Hemsljósmessuna eða þeir sem að fara þangað á annað borð, þessa helgi 14. og 15. september, það sem mjög mikið í boði í alls konar andlegum málum sem fólk getur kynnt sér og í rauninni kannski tónlistin hluti af þessu andlega í líf okkar, ég veit það ekki. Mér finnst vera það, af því að músíkmeðferð virkar svo mikið á eins og andlega
já, þú ert að kljást við eitthvað andlegt, þunglyndi að kvíða, af því að það tengist inn í tilfinningarnar. Og þú ert kannski að vinna í sorg og þá velur þú kannski sorglega tónlist til að hreinsa sorgina út, leyfinni einhvern veginn að ekki að yfirtaka þig. Leyfinni bara að flæða og hreinsast út. Ég hef notað tónlist þannig bara, já, og svo bara ég að drífa húsi, þá bara setja ég bara á fullt blast rock. Það bara rock og róli með sínum, já, það er frábært. En svona aðrar upplýsingar til dæmis ef að fólk hefur áhuga á einkatíma hjá þér annað þess áttar, að þá setji þær hér undir myndbandið, svo fólk geti kynnt sér það. Og svo bara hlakka ég til að sjá þig á heimsljósmessunni og vera í tónheilum hjá þér og ég, ef að þið sem eruð að hlusta eruð ánægð með það sem hér hefur verið sagt og gert, endilega smellið á like-takkan undir myndbandurinn og týndist röddin. Ég þarf greinilega að koma í svona tónheilum fyrir röddina og ég myndi elska þið smelltu líka á subscribe, það alveg bara væri alveg toppurinn. En ég takk kærlega Mínerva fyrir spjallið og takk þið fyrir að hlusta og ég sendi ykkur kærleik og ljós eins og alltaf og við sjáum síðar.